eru komnir á fóninn, klukkan orðin 4, Auðun Blöndal og Egill Einarsson mættir í stúdíó FM 957 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína. Það verður ekkert mikið betra. Auðun Blöndal, hvernig ertu? Ég í þvílíkum fíling en hvað segir Gilsarinn? Ég hef ekki verið betri. Aldrei? Aldrei. Það bara þannig. Þú verður betri með hverjum föstudeginum, það alveg ótrúlegt. Já. Það bara nokkuð hann Blöndal. Því ég labbaði inn hérna á hann, það var sól, það var sunshine. Já, það samt sko, á nú ekki, bíllinn minn var alveg vel frosinn í morgun sko. Já, þessu náttúrulega að gera saman ég geri, það er bílakjallara. Það er þvílík veistla. Tekur liftuna bara niður, beint inn í bílinn, hann er heitur og fínn, spólar út, ekkert vesen. Ég hef það ekki svo gott. Ekkert að skafa eða eitthvað vesen. Það er endur alveg stemming að vera í úlpunni með húðu að skafa. Veistu Og hvað það anda sér fesku lofti. Veistu hvað það að gera? Þú ert að big shot, þú ert Blöndal. Ég er Þú ert ekki að big shot. Nei. Ok, veistu hvað það að gera? Þú ert á Arnarnesinu í ykkur 150 milljóna einbýlishúsi. Það sem þú ert að gera, labba bara nákvæmnaðinum með síkó, þó reykir ekki, bankur upp á hjá honum og segir bara hvað ættu að vera í bílskurðir? Og bara leigja. Þú getur keypt allt, segðu bara 100 skall á mánuði, 100 skall á mánuði og ég fæ bílskurði. Aldrei tíma þess eitthvað, hvað er klikkað? Og losnar það að skafa, blöð. Já, eins og ég segi þess að það er samt, það er eitthvað... Er það gaman að skafa? Það er að segja það? Nei, sko ekki þegar ég vippa viður, en eins og í morgun, skilur, þá var ég farin út klukkan, farin út klukkan 9, þá var sólinn komin upp, það var ekkert hvasst eða neitt, ég var í úlpu og húðanum, ég var ekkert kalt, það var bara eitthvað alveg kósí við það að skafa bara rúðuna, sko. Ertu að skafa með geisladisk eða með sköfu? Geisladisk á hulstri. Búin að gera held ég bara hvað er ég búin að búa þannig í 2,5 ár, þetta er óþólandi, ég er ekki enn búin að kaupa með sköfu, er hægt að vera meiri haugur? Nei, hún er bara nýr og selegt sko. Já, bara, ég er alltaf á bensinstöðum, bílinn eigið það miklu, að ég get ekki drullast til að kaupa 200 krónar sköfu, það er alveg óþólandi. En hvað eru félagarnir að fara að gera í dag? Við erum að fara í veislu, það er sem við erum að fara. Það er svoleiðis? Já, við fáum hingað eftir smá stund one hell of a musician, John Johnson. John Johnson? Já, wow. Tónlistarmaðurinn Jón Jónsson er á leiðinni með splunkunýtt lag. Nýtt, glænýtt lag? Já, sem hann ætlar að frumflytja hérna hjá okkur í FM 95 Blö. Það grínast. Ég get ekki beðið. Það verður spennandi. Og já, bara líka langt þegar maður heyrði nýtt lag frá John Johnson. Það er líka bara langt sín ég heyrði í honum. Þetta er veistari. Við þurfum að ræða þess við það, líka ekki bara lagið, bara þess lífið. Já, ég sagt það núna, ég var að skoða þetta. Það er orðið ár síðan að John kom og heiti 2 harða þegar hann var nýbúinn að skrifa undir hjá L.A. Reid sem hann vildi þá meina að vera besti vinur sinn og hann væri með á Speed Dial. Ekkert gert síðan. Hvað er platan? Hvað eru milljónirnar? Allt niður, John. Á hverju sé ekki Jón Jónsson og Justin Bieber saman á Instagram? Já. Hann er að skýta á sig. Var hann bara blowing smoke up our ass? Ég vil fá, málega ég vil annarkvort hringjum við L.A. Reid. Er ekki með númerið á honum? Það hlýtur að vera. Bara förum að gera eitthvað í. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að ræða við John. Og eitt sem við líka blöð, ég ætla að koma að vera smá óvart í dag. Í síðasta skipti. Nei. You hit the jackpot. Í fyrsta hittæminu. Ég fann að endurtaka minn alltaf. Þetta er svo þreytt. Ég er alltaf að segja saman og ég er alltaf að nei, ekki gera þetta. Nei, ég veit það. Ég var sammálaðið síðast. Þetta er komið gott. Eða þú veist, fyrsta hittæminu. En síðan blöð. Veistu hvað nú endaði first date síðast? Þú sagði, yeah, I got some talent in my pants. Ég held að segja eitthvað mest viðbjóð sem ég hirti í þessum þættu. Við erum búin að vera þetta í 2 ár og misþroskaðir sko. Já, ok. En sko, en síðan eftir það, you hit the jackpot. Þannig að ég þarf aðeins að fara yfir það með þér eftir. Vertu jákvæði blöð? Svo er trailerakeppni, en ég vil ekki spila trailerum minn. Ég held í einhvern alvesta trailer sögurnar. Og ég er alveg til að gefa bara sigur og sleppa að spila minn. Hann er ógeðslugur. Nei, út af hann er vondur, kannski endar hann að vera góður. Er hann leiðir illa að þú varst að lesa hann eða? Já, sko, mér leiði illa. Og Jói Jó, sem er tæknimaður og algjör snillingur og er að hjálpa okkur með trailerina, hann er alltaf svo jákvæður og alltaf svo upplýftandi og bara upplýfgandi og alltaf til í allt. Og ég bara þegar ég var búinn, ég bara, shit, hvað þetta vann. Og hann bara, já, þetta var viðbjóður. Ég hef aldrei heyrt hann segja orðið viðbjóður áður, þannig að þá veistu þetta slæmt. Þetta er bara ógeðslegt sko. En kannski það bara jákvæmt fyrir blöð. Kannski verður þetta viðbjóðslega gott. Já, kannski spiluðu bara traileru þinn. Nei, hvað er það? Svo er Arnar Gunnlaugshotnið líka á sínum stað. Og svo ætlum við að gefa miða á Iceland Airwaves. Hvernig byrja það? Síminn er bara núna að byrja á sunnundaginn, eða bara núna í næstu viku. Og Síminn er með 2 arbönd sem við gefum hér á eftir. Og þetta er ekki smá vinningur, þetta er inn á allt. Síminn að splæsa. Hvernig er það? Er aftur í ár, er ekki allt á Airwaves, hann að Bláa Lónið, Bjór og DJ Marger? Já, það er næstu, það er ekki núna helgin heldur næstu. Líka veistla sig það er. Já, hefur Jón Gunnar einhvern tíma mistað því partíi? Nei. Er það bara ég,
eða myndi Jón Gunnar fara í sleik við DJ Margeir ef hann gerði það? Er það ekki? Sleik og með því Hann vil helst bara vera með DJ Margeir út í horni heima. Hann elskar hann. Hann bara elskar hann út af lífinu. Hann elskar hann eins og þú elskar prótein. Takk Dirty Timmy. Já, þeir eru að hlusta á FM 957 og það er Auðun Blöndal. Hvað heitir þetta lag? Takk Dirty Timmy. Takk Dirty Timmy. Það er fílingur í því. Það er ekkert þeirri íslensk lag sem er talað dónalega við mig eða nokkuð? Nei, ekki svo við þeim. Það er vælt yfir því, það er í Íslandi, það er bara þannig. Nei, það er allt í lagi, talar ekki fólk alveg dónalega? Jú, það er eitthvað tabú. Þú ert svona einin félag sem er það fettis. Ég er ekki með marga félaga sem er mikið í því. Er eitthvað að þér eða? Hvað segir þú Blöndal? Eru að fara í gott slúður? Já, ég er með slúðurpakkandar og ég er að spá að byrja á að, mér er illa við að hrósa þér Egill. Ok, það er bara þannig. Hrósa? Já, svona kannski ekki hrósa, en þú hafði rétt fyrir þess. Nú? Bring it! Já, ég var með slúður hérna daginn og ég er búinn að segja frá þessu núna í vikun, en ég vildi bara segja þér þetta, því að þú vildi meina að þetta væri ástæðan. Manstu ég sagði að The Jonas Brothers varu að hætta, því að þeir varu að rífast tónlistarsmekkin og það var í svona tónlistin, þeir hefðu ekki sama tónlistarsmekk lengur og varu að rífast lögin og svona. Og þú sagði að það væru bara konur í dóp og rugl. Ég sagði, nei, þetta eru einhverjir ungir strákar eitthvað. Joe Jonas var komin á kaf í rugl. Hvað sagði ég? Og það er ástæðan fyrir að bandið er hætt. Þú var áttað af því, Blöð. Ég er úr tónlistarbransanum. Ég er búinn að vera í þessum bransa. Ég veit alveg hvernig þetta er. Þú hefur ekkert verið í tónlistarbransa. Já, ég var í bransanum. Já, með Messenders Club. Já. Ha? Já. Ég, öllu kannist leftu, þú ert hæfileikari ungu drengur og allir sem voru í Messenders Club alveg hæfileikari ekki á sinn hátt, en er ekki Messenders Club á topp 5 yfir vestu íslensku hljómsveitir allra tíma? Takk til tilbaka. Nei, þetta er mín Takk til tilbaka þenn. Ég hef rétt, þú spilaðir ekki. Hvernig færðu þetta eiginlega út? Við næstu því unnum Eurovision. Þið mæmuð. Hæ? Þeir eru íslensku milli var Nei, ef við hefðum mæma þá hefðum við alltaf unnið, því að það mátt ekki mæma í úrslitunum. Það þurft að syngja í úrslitunum. Ok, en þú er oft viðurkennda fyrir mér. Þess vegna þurfti, akkur held ég að vera á singing coach, út af að við vorum að mæma. Varstu hjá að singing coach? Það sjálfsögðu. Nei. Ég var hjá að singing coach. Ég var að kenna þér að syngja. Það er Hildur, því líka meistari. En byrjuð, þú söngst eða bara til að segja hei, hei, hó. Það þarf að vera því réttu pitchi, Blöð. Var hann að kenna þér það? Já, hann var að kenna þér. Hei, 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 we say ho, ho, ho. Það voru 3 sem átt að syngja það. Ég, Leður Hans og Gasman. Ef einn var í, C, annar í D-inu, þá hljómar ekki náðu vel. Þetta allir að vera on pitch. Já, ok, en þú... Þannig að hætt að segja að vera að mæma. Hætt að segja að vera íslenskar Milli Vanilli. Herðu, sorry. En þú er samt alveg viðkennt fyrir mér. Við höfum kannski legið á ströndin á Miami með ískaldan korona. Þú spilaðir aldrei á hljómborði. Ég viðurkenna það. Já, þannig að... Ég skal viðurkenna það. Við ljúgum aldrei að hlustendum Það var ekki kveikt á hljómborðinu. Nei, en þú þóttist spilað það. En ég vil að feika það vel. Það er ekki nýjast. Það var ekki einn Íslandíkur sem hugsaði, herru, hvað er þessi slögt á hljómborðinu? Já, mistarinn. Allir með heila hugsun gerðu það, jú. Ég get alveg lofaði því. Svo er ég með smá slúður af Jennifer Aniston líka, en það er nú að tala um að hún eigi von á tvíburum. Já, það er fyrstu gríslingarnir hennar, það ekki? Jú. Hún har alltaf verið eitthvað drull yfir hann og það var ekki kids. Já, hún og Justin Theroux eru búin að vera saman í einhver tíma, en máli er að Jennifer Aniston er búin að reyna að verða ólétt í einhver tíma. Það gengið alltaf vel. Hún er fætt 1969. Þannig að hún beið svolítið með þetta. Já, hún er Hún er fætt á sama ára og Maggie Bess. Já, það er one hell of a human being. What a man. Maggie Bess, svona ángríns, er til meiri maður. Nei. Hann er hann er að lifta, hann er alltaf í geðveikurformi. Hann bara, þess á milli er hann í álverinu að vinna. Vinnur 12-15 tíma á dag. Hann situr ekkert við eitthvað skrippbord bara að svara í síma. Hann er í álverinu. Áður en hann fer svo að lifta. Berjandi á okkar járn og loks sjóðu okkar drasl. Og síðan fyrir að beint í gimið og síðan er eitthvað 100 krakkar heima hjá hann. Já, hann er með 100 krakkar heima á sér, hann er örugglega elda þar og eitthvað líka. Herðu, og þess á milli er hann að henda bara upp sumarbústaði. Já. Hann bjóti sumarbústaði einn. Víling manneskja maður. En hérna, já, þannig að Jennifer Aniston er út að hlusta til hamingi. Já, ég er oft sagt það í þessu þetta, ég er í Team Jennifer. Var hún uppáhalds kvenkynsleikunaðin í Friends? Já, ég var alltaf skotin í Rachel, sko. En ekki Möðningu? Nei, ég var alltaf einhvern veginn... Akkur hataði Phoebe? Ég hataði hann ekkert, hún var svona fyndnust en ég var svona skotnanstur í Rachel. En það var samt fyndið með Friends að það fer bara eftir seríu hverju fyndnastur. Þegar ég byrjaði á þættina fannst mér Chandler yfirbrað fyndnastur.
Svo allt í hennu var Joey orðin fyndnastur og í lokin var Ross yfirbörðamann. Ég held að maður fyrir yfir alla seríunar í heild að þá séu bestu Ross-þættirnir, bestu Friends-þættirnir. Ég var mikill Ross-maður. Þegar að snappaði. Já, bara æðislegt. Það vantar svolítið svona seríu sem Friends sem einhver 10-12 kveikindi. Já, en... 2,5 náði næstu í. Já, áður að Charlie Sheen snappaði. Modern Family eru konni núna í 5 eða 6, sko. Þeir eru miklu uppáldið á mér. Svo var ég með eitthvað slúðrið í lokin af Rihanna. Hversu gott K.O. er þetta frá mér? Ég sagði að Jonas bara hefur verið komnir í heroin og rugglið og allt og þú... Nei, alls ekki. Ekkert allir, bara einn þeirra, bara Joe Jonas. Ekki láta mig sjá eftir að hafa sagt þetta. Nei. En svo það Rihanna. Hún að verja hvernig hún haga sér og hvað hún segir í fjölmjölum og inn á Instagraminu sínu og segir að það sé akkurat þetta attitút sem að gera hann að rockstjörnu. Og eru þarna að svara gagnrýnendum sínum sem að eru að, svona rakkara niður fyrir að vera léleg fyrirmynd. Já. Hún alltaf að setja myndir að sér að reykja gras og einhvern Instagram. Mér finnst það þetta svíkala hallast. Já, hún á ekki að reykja gras. Nei, mér finnst bara ekkert hallarslegar en fólk sem að monta svo að fíknihefnum. Það er ekki tilneitt kjána. Það er ekki lengur sexy að vera að taka myndaði með Seago. Nei. Það var mjög flott. Sko, Clint Eastwood, þegar hann var 25 ára og var með vindil eða Seago, það var sexy. Þá var það sexy. Í dag er það bara vond. Það er rétt. Það er bara ekki sexy lengur. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hér eftir smá stund Jón Jónsson sturlaða staðrendir rólega. Corona kynnir hrekkjavökupartí hjá Geysi Records á Harlem. Laugardagskvöldi 27. október. Framkoma A-Paul frá Portugal ásamt DJ Margeir, Yamaha og fleiri flottum plötusnúðum. Hluti af tekjum kvöldsins renna til styrktarfélags krabbameins-sjúkra barna ásamt því að verðlaun verða veitt fyrir flottustu búningana. Miðasala fer fram í partybúðinni í Skeifunni. Nánari upplýsingar á geysirecords.is. Víking jólabjórinn kemur í dag. Fylgstu með á jólabjór.is. LGG2 fékk fullt hús stiga hjá mobilsíðin.dk. G2 er komin í verslanir. Upp með legglífadar og tippum. Það eru 240 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2 við tippum. Öll dagskráin á Airwaves, upplýsingar flytjendur, lagalistar, þín eigin dagskrá og margt fleira í Airwaves appinu frá Símanum. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Carlsberg kynnir Halloween Party. Dalton á Hendrix við Gullinbrú laugardagskvöld. Svellkaldur Carlsberg fylgir með honum. Verðlaun fyrir besta búningin og fleira. Sjá nánar á facebook.com/hendrix.is. LGG2 er hraðasta Android-tæki sem laptopmac.com hafa séð. G2 er komin í verslanir. 15 krónu afsláttur á afmælisdeginum þínum. Dælulykill Atlantsolíu. Það er frábær helgi framundan í boltanum. Geggjað opnunartilboð á mat og Carlsberg á krana. Hendrix, sportbarinn þinn við Gullinbrúna. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ert að fara á Iceland Airwaves? Náðu í appið og verð í sterkara sambandi. Síminn. Shine bright like a diamond. Skínt eins og demantur. Það er bara hannig. Já. Blondell. Já. Það styttist hér í Jan Jensen. Hann er rétt á mættur. Hvernig kemur Jan Jensen? Það kemur held ég bara eftir 7 mínútur en Jan Jensen. Það koma 16:30. Já. Early. Það koma 4:30 hérna spjall með splunkunýtt lag. Og við ætlum líka að lappa hans á hann. Hvað er búið að gerast síðasta ára? Akkur hann ekki orðin Hollywood Big Shot. Já, ég meina hann bara svaraði. Svaraði, Jón. En svo veit ég ekki með trailerakernina. Já, jú. Hefur ekki bara spilað þinn og gefa þér sigur? Nei, sko málega blöð. Þetta er svo vond. Sko, þegar við fórum í hana Hazard-trailerana, þá byrjaði þú og ég fylgdu á eftir. Síðan var það víxlaði síðast, þannig að núna í dag þú að byrja og minn kemur eftir, eða allt reðilegt í þessu lífi. Ég vil ekki spila minn. Ei, en málega blöð. Þegar jafn jákvæð maður og Jó segir þetta var horbiður, þá er þetta æla. Hann er reyndar eitthvað jákvæð til gæði síðan ekki, sko. Alltaf hann í alvörun að vera viðbjöður. Já, hann sagði ekki viðbjöður, hann sagði horbiður.
Ég spurði bara, hversu vond var þetta? Þetta var hórpið. Ég er virkilega spenntur að heyra þinn, ég var að viðurkenna. En blöð, ég er að horfa hérna á Facebook og ég er að horfa að mynda þér og Hannesi Þór, the director, Atvinnur okkar 2. Það er bara að kæra eftir gangið. Já, það er komið grænt ljósa það, svo stendur það þar. Þannig að það er að koma ný sería. Atvinnumennir okkar 2. Hvað verður margir þættir? 5 árum seinna, Hvað margir þættir? Það verða sannlega 6 þættir frekar en 7. Ok, hvað aðra 5 gæði allar að hafa hana? Aðra 5 menn. Fyrir mig? Fyrir utan þig? No. Okkur í óskuparmætti. Þú ert ekki atvinnumæður, sko. Er þú atvinnumæður? Nei, ég er hostinn á þættinum, villisingarðinn. Akkur er ég ekki atvinnumæður? Akkur ekki? Bara hafður ekki hæfileikan í það, held ég. Er þetta ekki einhverjum bara samtal sem átt að eiga við foreldra þína? Þetta er ekki lagi með því það. Ég fæ greitt fyrir að lyfta þungum hlutum. Nei, þú fær greitt fyrir að hjálpa öðrum að lyfta þungum hlutum og sína þeim hvernig er að gera það. Hver er að borga þér fyrir að fara þarna niður til að lyfta? Ef ég myndi ekki lyfta þungum hlutum, Blondale, það myndi ekki koma til mín til að hjálpa þeim að lyfta þungum hlutum. Þú ert ekki atvinnumæður í lyftingum, sko. Hörðu, ok, ég væri bara vaksin sem Rikki G. Gæti það bara að hjálpa fólk? Já, er hann ekki að þjálfa? Nei, hann er ekki að þjálfa, hann er náttúrulega bara að vinna niður frá. Nei, hann er að selja kort. Já, ok. Svo, blöð, ég lyfti þungur hlutum. Kemur í top physical shape. Já, hver borgaði fyrir það? Síðan kemur fólk sér, hörðu, hann er 100 kíló kjöt ekki annað. Ég ætla bara að láta þennan gæja hjálpa mér að lyfta þungur hlutum. Kapís? Hver heldur að horfaðu og hugsi, þarna er 100 kíló kjötstykki? Ég held líka liði. Nei, það er allir bara, á maður að tjekka á þessum vitleysing hann að þetta sé góðu þjálfari. Ég skal gefa þig það, þú ert one hell of a coach, þú ert mjög góðu þjálfari, en þú ert ekki atvinnumæður í neinum lyftingum. Það er ég þarf að opna þetta fyrir John Johnson, byrju. Ég verð mjög sár, blöð, ef ég verð ekki einum þættinum á þessu 6. Já, og hvað, rölda sporthúsið með þið sveitana, sína hvað þú lyftir? Já, bara í félagarnir, löpum með salinn og... Kott inn, John! Robert! Kott inn, John! Það er leifbúnum minn, er hann með gítarinn eða? Mér sýndist það, nei, okkur tók hann ekki gítarinn með sér? Já, en okkurlega, þetta verður þá væntanlega Aron Pálmarsson og einhverjir fótballtagæðar og... Ég er að spæja að setja bara, það er ekki búið að negla hverju verða. Búið að negla mig? Hugsa að setja bara inn á Twitter svo og tjekka hvað... Takk fyrir alltaf að negli meistari, jána með þetta, þetta verður gaman. Þetta verður bestið þátturinn þegar þú tekur mig. Já, einmitt. Kíkja sko fyrir utan það, viltu að fólk sjá íbúðina þeina? Hvað er íbúðina minni? Hún er öll í drasli alltaf. Nei, ekki lagi með því. Síðast þegar ég var þar. Kemur í heimsótt einu svo 2 ára fresti. Síðast þú varst. Reyndar gæti tekið til kannski fyrir þáttinn. Þú kemur svo oft í heimsótt. Þú myndir drepa þér bæði vegi, myndir drepa þér komið í heimsókn. Og hvað ættu að gera með þér? Tillum okkur þar félagarnir. Fáum okkur a cup of coffee. Já, komið sæl og velkomin í Atvinnumennir okkar. Við erum sest hérna hjá Agli Einarsinni. Ég er bara nákvæmlega sama og gerir með hinum. Hvað ætlar að gera með Aroni? Hvað ætlar að, hann bara fyrir og kastar einhverjum bolti í einhver mark og sem fyrir heim og skýtur í sig. Hann er atvinnumaður hjá stærsta handboltaliði heims. Þú ert að lyfta í sporthúsinu. Hver er munurinn? Ef þú veist ekki muninn, þá bara ertu rugglaðurinn í helt, sko. Við fáum hérna eitt lag, svo kemur John Johnson með splungun nýtt lag, hann er mættur inn í stúdíu og kemur óvart, hann er brosandi. Lífið leikur við hann, eins og alltaf. Skín í Reykjavík, sólinn, þannig að... Skín inn í stúdíu núna, því að það er komið lille sunshine inn. Já. Detective John Johnson. Sunshine boy. Sólskínið, hann Jón Jónsson er mættur hingað spjall og er að fara að spila fyrir okkur nýtt lag, eða komið nýtt lag. En áður við förum í það hins vegar, Jón. Ekki halda þú getur bara mætt inga í FM 95 blöð og halda við spilum fyrir þið nýja lægið þitt og svo bara röltur þið hann út. Það gerist ekki þannig, því miður. Nei, nú ertu komin í smá yfirhersli á 2 hörðum. Það er ekki þannig út af þetta og labba bara inn með eitthvað lag og spilar og labbar út. Nei. Ekki halda það. Það er alvor henni. Ég er náttúrulega bara að líta á þess að koma mínar hér sko eins og að fara bara í sálfræðitíma sko. Já. Þú veist, ég kem alltaf bættar út. Það er svoleiðis. Það er markmið okkar. Þú kemur eitthvað Jan. Talandi um nafnið Jan. Fyrir svona cirka árið síðan þá vorum við að hjálpa þér við Egil hérna í sama þætti og sögðum að þú ert að byrja að vinna með John Johnson þar sem þú verður að verða international superstar. Árið setna, ég nú ekki að segja þú sett í sömu peysun og varst þetta fyrir árið síðan. Hvað er að gerast, Jón? Ákveður þetta ekki orðin heimsfrægur? Þetta maður niður þig? Ég held að við erum einmitt út af því ég var ekki nóg sterkur að nota John Johnson. Ég var eitthvað, no, it's Jón. Skiptu bara strax yfir, John. Það flókið það. John er líka eitt harðasta nafn sem hún finnur. Já, ég meina, hvaða tónlistamæður í dag er að kalla sig John Johnson? Það er enginn. Nei. Annars væri það væntanlega hann. $1 million hugmynd, John. John Johnson. Sko, málið er L.R. Reid með allt niður úr sig? Er hann allt niður úr sig? Ok, ég er samt... Segðu það bara. Ekki hann. Nei, ok, svona öllu ganni sleftu, Jón. Ég skal bara segja ykkur þetta. Já, hvað er að gerast núna? Ok. Er þetta að gerast þetta svona hægt? Er eitthvað að gerast? Ok, það var svona milligöngumæður. Já. Sem er bróðir. Sem er bróðir L.R. Reid. Já. Herru, ég var til dæmis að senda honum bara eitthvað demo á nýjum lögum og eitthvað svona í
svona janúar, februar, mars og svona bara alltaf dæla á hann einhverju shiti, sko. Já. Maður bara, ok, ja, flott maður, setja lög maður og fórum út, þú veist, í apríl spilum fyrir eitthvað epic-lið og allir bara, jöðlar þetta gott hjá ykkur maður, high five, sko. Okay. Og maður, ok, það lítur eitthvað að gera maður. Svo bara er ekkert að flétta og maður, ok, ég held bara að fara að spila fótbolta og ég er hérna að faðir og eitthvað. Og síðan bara komist það fyrir svona mánuði, bara eitthvað, því að þá hafði beint samband við Epic við, sko, sem sagt ég og Tómas lögfræðingur, þú veist, en ekki alltaf en að milligöngugæði, skilurum. Nei. Þá bara eitthvað, demo? Hvað ertu að tala um? Nei, við hefum ekki tvekið neinn demo. Bróðir L.A. Reid með skildin upp á hnakka. Ég veit ekki, ég vona ekki sendið á hann eða eitthvað, skilja, þetta er vænsti maður, skilja. Ég geti þurft að fara að heyra hans í honum. Ég ætla að með stöðunars þannig að hann hefur kannski aðeins glemt sér. Þetta er eitthvað svo hreskaði. Ég sendi mér eitthvað pröfum það. Sendi mér pröfur. Þú dælir pröfum á hann og hann er bara fullur eitthvað. Hann rugglar þetta. Hann er bara Miami, bara með kúpavindil, bara á einhverju diskotekum, sko. Ekki senda pröfur á okkur vitleysi. Þetta er eiginlega rétt greining hjá okkur, af því að gæinn, þú veist, Epic sem þetta er höfuðstöðar í New York og hann býr sko í Atlanta. Það er blindfullur þar. Og er einmitt Miami-fan, en alltaf einhverjum NBA-leikjum og eitthvað. Já, það er, þú ert að fara, sko, þú ert að tróða sér inn sjálfur bara held ég núna. Já. Skeist þarna, sko. Sendu bara á LA Reid, Gmail, vantarlega, sem er vantarlega meilað hans. Já, það er það. Sendu það bara á hann. En, sko, það skemmtilega er, að þú veist, að því að þessi spurning sem ég er búin að fá í ár bara, heyrðu, hvað er að frétta hana, þessi dæmi? Já, þreytt spurning. Þetta er að koma maður. Ekki þreytt spurning? Jú, þreytt spurning. Og núna svona kannski vonandi get ég fara að svara hana því ég fekk bara mail daginn á mánudaginn frá Scott Xavier. Það hljómar það solid ná ekki. Scott Xavier. Vice President of Marketing. Hann er ekki fullur þessu. Maður heyrið það bara, hann er góður. Og hann sem sagt var eitthvað, ok, L.A. Reid is gonna listen to the demos this week and he will get back to you on ASAP. Yes! Okay, þannig að sjálfur L.A. Reid er loksins að fara að hlusta. Já. En þú varst búinn að fara til New York og spila fyrir hann og eitthvað og... Já, ég meina, þú veist. Þannig alltaf kom samningurinn, sko, og síðan fórum við líka að spila fyrir staffið, hann var reyndar ekki þá, sko, en það gekk mjög vel. Já. En þú voru að duglega líka, sko, að rækta sambandið til L.A. Reid. Já, ég er sammála því. Þeir eru góðu vinnir. Takk það á næsta level. Ertu að senda um okkur Snapchat-aðar og Tjekka líka þessu, þú veist, ég er núna að fara dómari, skilur, í svona raunveruleika þætti hér. Mjög virtum raunveruleika þætti. Já, mjög virtum. Gott talent. Hann er dómari. Hann hefur þessa þekkingu, skilur. Þannig ég get leita ráða hjá honum. Besta plan sem ég hert. Hendur segðu bara mail on. Þú veit, segðu bara I'm a judge and Iceland got talent. Adam Blundell is the host. Já, algjörlega. I need some tips. Það er ekki flókið. Maila það saman. Algjörlega, já. Þannig að þá eigi eitthvað svona sammeðilegt og getið byrjað að ræða það. Já, ég er alveg sammála því. Ekki fara að tala um bróðir þess. Þú ert vinnur L.A. Reid. Og séðan talar um okkur fyllibettur sem er bróður og svolítið fulltur okkur maður í heimuleikjum. Allir reyndila. En við heyrum, hvað heitir nýja lagi? Við viljum að spila á eftir enda, það er ekki komið aðeins. Það heitir Feel For You. Feel For You verður spilað. Besta nafn á lagi sem ég hef. Það verður spilað hér í þessu vætt eftir smá stund. Feel For You. Áður við förum í nýjasta lag, lagi hans Nonna, ætlum við að fara í smá auglýsingar. Nonni Non. Það er nýja nafnið. Samsung og Apple svitna með tilkomu LG G2 samkvæmt digitaltrends.com. G2 er komin í verslanir. Hvernig er það með hennar risapott? Er endalaust pláss í honum? Það eru 240 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2 við tippum. Stundum þarftu smá lán strax. Þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Allt fyrir Halloween-partíið. Grímubúningar, litalinsur, farðar og hárlitir. Sendum land allt. Hókus Pókus, Laugavegi 69 og hókuspókus.is. Grandpa, thing doesn't work. Samfilm kynir Bad Grandpa. Frá þeim sömu og færðu okkur Jackass kemur sprengklægilegri mynd sem þú mátt ekki missa af. Ef þú fílaði Jackass, þá mátt ekki missa Bad Grandpa. Komin í bíó. Metallica, Through the Never. Tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, fimmtudaginn 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala er hafin á emiði.is. Ný sportlífverslun opnar 1. nóvember í Smáratorgi. Kíktu við og skoðaðu okkar frábæra úrval. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. Liverpool eða Man U.
Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is þegar þig vantar smálán. 1909. Bátur mánaðarins á Subway skinkubátur og kostar aðeins 450 krónur. Subway, eins og þú vilt hafa. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Carlsberg. Players, Búðakór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Tveir harðir í FM 95 Blö. Er það ekki bara akkurat það sem maður á að gera? Það sem leiðir þetta. Maður segir gera. Ekki Guetta. David Guetta. Hver er þessi David Guetta? Á hann einhver lög? Hann á einhver nokkur. Þetta er hrókan sem ég vill. Þetta er það sem ég vill frá þér, John. Bara drulli yfir aðra. Án gríns. Já. En Jóna er officially búin að taka upp nafnið John Johnson og þeirri fjölmennumenn, blaðamenn sem eru að hlusta núna geta þá bara blastað þess á vefinn að þú heitir, eða til listamannstandið í dag er John Johnson. Já. Algjörlega. Og við erum að fara að spila hér eftir smástund lagið Feel For You í fyrsta sinn hér í þessum þætti sem er nýtt. Akkur er Feel For You? Er þetta samið Feel For You. Hvað varst að hugsa á samt þetta? Sko, þú veist, ég held ég að bara verið eitthvað að keyra á æfingu eitthvað. Flest lögin sko verið til, þá var ég með kassagítarinn í hönd sko, en þetta var meira svona eitthvað að raula og þetta er eitthvað. Tók upp á síman eitthvað. Hvað er bestu hugmyndin á þetta að keyra í bílunum bara? Þú veist, já, svona hlusta á ykkur, skilji. Það er reyndar þannig eins og með stand-upið og svona, þá fæði maður alltaf bestu hugmynd þegar maður er að fara að sofa eða þegar maður er að keyra í bílnum. Er það ekki? Já. Það er samt svo óþægilegt svona þegar maður er að fara að sofa að hugsa eitthvað 7000 hluti bara. Já, en maður dettur stand í þvílíkan gýrstum og svo bara fram og byrja að semja. 99% tónlistamönnum, John, semja lög fullir. Fullir undir áhrifum áfengis. Þegar þið voru í Mercedes Club, hvernig voru þið að semja? Voru þið allir í rútunni bara og... Við opnum eitt ískaldan korona. En málið er að John er ekkert í því. Nei. Hann fæði sér ekki a fresh beer. And I dig that about him. Já, það er ótrúlegt hvernig getur samið tónlist og ekki drukkið bjór. Ég þarf svolítið að verða high on life, sko, skilur. Þú ert high on life. Þannig að þá, þú veist, þegar það er svona eitthvað svona ógeðslega gott veður úti kannski, maður getur skrúa niður gluggan. Syngur og... Skrúa niður gluggan. Eitthvað svona, og svona... Til dæmis, ég var svona ljósarður á sumri, skilur, sem maður kannski lítur í speilin og svona, já, ok, ég er ljósarður á það sumar úti, skilur, ekki með eitthvað músahár. Nei, ég er með músahár á það. Nei, mjög ljósarður þetta. En þá? Það hrósaði fyrir það. En hérna, ég eitt að spyrja það, John, áður sem það Hætti að ræða hár í þessum þætti. Það er engið, þetta er bara... Þú ert ljósarður núna. Nei, þú ert ljósarður, þú ert með músahár. Þú ert með mjög flott hárblöð. Ég var í klippingu daginn til aðmikið með það. Hvað er fyrir klippingu? Þetta var ekki hljóma eins og einhver popstarna eða stelpa sem kemur heim að sjálfsögðu, hann lætur í líku. Hann er strax fann að lifa the superstar life. Byrjaði þetta leið og skrifaði undir samningi með L.A. Reid, þá byrjaði bara hárgræslu fólki að koma heim til hann og klippa þig. Ég skil það fullkomlega. Þú ferðar bara eitthvað bíó og þú ferðar hann í hárgræslustofunum. Einandur áður og rugl, sko. Ég skil þið fullkomlega. Þú getur ekkert staðið í því, maður. Letar þið eitthvað? Strípar þið eitthvað? Nei, ég hef ekki gert það, sko. Og varum við að ræða það, sko, hvernig, sko, þú veist, það er svolítið mikið dottið út þar sem var eins og sem að Uddi gerði eins og setti svona strípur, sko. Ég setti strípur. Ég strípaði mig síðasta föstudag, hvað meina? Já, nei, það var öðruvísi, það var svona meira svona kassa, svona, veist ekki... Já, sem blöð var 2005. Já, það var svolítið þannig, sko. Það er svona svolítið... Hversu gaman er, Jón, þegar búið að klippa þig, fer í vaskinn og fær nuddið. Það er sjúkt. Og það er verið að nudda þykka háröður. Það er gjörst ekki. Já. En annars bara ferskur, Jón. Já. Það ekki? Ég ætlaði svona líka að taka fram að því vorum að ræða þetta L.A. Reid-dæmi að náðanskilji. Besta vinnin. Að fólk á að taka þessu öllu samt með fyrirvara, skilju. Ég er ekki að segja eitthvað, já, þetta gerist á morgun. Ég er búin að læra reynslunni, sko. Hvaða bíl ætlar að kaupa þér eftir að vera hit? Hvað er svona fyrsti bílinn eftir að vera kúkapenn? Það hlýtur að vera Avensis, Toyota Avensis. Dreftu mig ekki. Gastu komið með það svarinu, þau veit ekki hvað Avensis er. Ég vil sjá mynd af þér á bara í Miami eftir svona 2-3 ár á rauðum Ferrari. Skælbrósandi með sólgleru. Og badnið bara í framsætunum. L.A. Reid með honum. Badnið er aftur í. Það er ekki gott að hann badnið fram í. Við erum alltaf með aftur í stól. Algjörlega, það er rétt. Passu upp á öryggi, skilju. Öryggi, nummer 1 og 3.
En Það gerast einn alltaf aftur í það. Já, Helvítis hárið þitt. Síðan helgina einhvern tímann. Já. Þá ætla ég að setja lag á YouTube, skilja. Svona flottar að setja fyrst í útvarpið, skilja. Já, við erum að fara að spila þetta núna. Já, þá ætla ég að setja á YouTube og hann Fannar Sveinsson, hraðfréttamaður, snillingur, hann nefnilega tók saman svona svipmyndir frá því þeir voru til Eyja í 2012, í fyrra, sko. Þjóðhátíð. Ógeðslega gaman. Já. Hann svona ógeðslega sjálfkvært vídeo, bara eitthvað við. Alltaf bestu vídeoin. Já, og Hvernig kemur þetta helgina? Já, vonandi, bara helgina. Það klárt, sko. Hraðfréttafannar. Já, hann mixar þetta fyrir þig. Já. Það meistari. Já, toppmaður. Toppmaður. Ég var einmitt að ræða við hann. Ég var að segja hann ég var að fara spila þetta í útvarpinu okkur. Og hann var ekki alveg nóg sátt ykkur. Ok, hvað með það? Nú? Er það nóg sáttu við 2 harða? Hann fílar eitthvað, skilja, en hann kannski, það er svolítið erfitt fyrir hann, að loksins fá að djamma til þess með ykkur. Hann sagði mér að hann djammaði með þér auðvitað á Akureyri einhvern tíðan. Ok. Og hann djammaði með þér, Gils, eftir Hámarspartí. Já, fekk eitt djammaði með Hámarspartí. Já, það sem að hann var að, Fólk er ekki annan að rölda hann í bæ og getur að djamma með. Og hann fer bara heim, refreshar bara Facebooki, bara á fullu, skilju. Býð eftir friend requestið. Er hann ekki vinur minn á Facebook? Nei, það kom aldrei friend requestið. Það er enda lélegt. Það er enda alveg. Ég vinur Benna á Facebook. Já, þú veist, finnst þér hann betri þá? Nei, ég bara skilði ekki. Akkur hatar þú Fannar, elskar Benna? Fannar, ég var að segja hann, topp maður. Ég er bætur þessum. Hvað er Fannar hversu á Facebook? Fannar Sveinsson. Já, ég er hendi aðtjönda bara í beinni. Já, ég legg til bara að hlustendur gerir slíkt í sama. En er eitthvað sem vilt gera núna þegar þú kynir inn lagið John Johnson? International Superstar. Þetta er rosalega basic texti og hann sem sagt segir frá því að þetta gæi hann heldur partí til að vona að gellan komi sem hann hrifinn af, skilur. Maður þekki það. Mjög góð pann. Ég sé þetta svona fyrir mig bæni í íslenskum aðstæðum en samt líka eitthvað svona úti að því maður var svo oft svona úti þegar maður var í Boston, sko, þá var það með rauðu hérna klust, maður sé svolítið þannig, sko, en bara gleði og gaman og vona hlustendur njóti. The Man John. Hér er nýjasta lagið hjá John Johnson, Feel For You, gjör þið svo vel. Ég takka 2 hörðum. Takk fyrir okkur. Glæsilegt, þetta var John Johnson eða Jón Jónsson með Feel For You og ég var að fíla þetta. Þetta var mjög flott bara hjá kallinum. Alveg lag. Já, hann er farin úr stúdíu. Good song. Snillingur. Já, ótrúlegu með tónlistamanni. Já, það er ekki hægt að hafa búið að segja nánast of oft, þetta er eðaldrengur. Hann má ekki það. Já, vonandi bara sem fyrst að núti. Hvað er við að gera núna, Blóndega? Sko að fara viltu henda þér í trailerana? Ég er ekki bara bestu illa bestu á lokið? Já, það er ekki skil. En af hverju, Válega, þú finnst þú að vera full neikvæður? Það getur vel verið að þitt sé bara fínt? Nei, mitt er ekki fínt. Það er bara ekki hann. Ok, sko, byrjum á þínum og þú byrjum síðast á mínum og bara keyrum það bara í gang. Ok, ég vil sem sagt, við erum búin að vera í einhverju trailerkeppni og Þetta er 3. skiptið með trailerkeppnina. Fyrsta skiptið var action trailer. Já, svo romantík og nú er komið að comedy trailer. Já, þetta átti sem sagt að vera green trailer og trailerin minn er bara svo vondur að það bara næri ekki nokkur átt. Ég vil ekki spila hann. En ég heimtar að við fyrir mjög keppni, þannig að ég er bara kæru hlustendur. Ég veit að ég á en ekki, þú var sympathy votes samt og þú var mikið svona Mitt er ekki neitt, þetta er bara ég er með heftan slökkulismann þetta er bara alveg, ok, ég skal spila þetta hérna en ég byrst afsökun á sig, hérna er trailerinn minn, kæru hlustendur Paramount Pictures present Danny Gunn was not the smartest fireman out there. What if I just pee on the fire? Will that do? But Lord, he was the bravest of them all. There's a cat on the 53rd floor and I'm gonna go get him. No, the building is collapsing, Danny. You can't save him. What if that cat has some babies out here? I'm going in. His love life suffered because he was always on the job. I really like firemen, Danny. Well, put yourself on fire and I'll always come running. He was always quick with a joke. I hope there's no fire today, guys, because I've been farting a lot. Danny, you kill us! Here's a nice comedy about a funny, brave fireman. Hey, guys, when will we stop using ladders on the fire car and put an elevator up there? Coming to a theater near you, Fire Tard. Þetta var myndin Fire Tard. Fire Tard bara mjög góð mynd. Þessu vond. Þú bara að selja mér þetta. Ég geti verið bíóið kvöld á Fire Tard.
Ég hló bara því að þú hló svo mikið, því að ég veist hvað mér leiði illa. Þetta var hæðilegt. Þá komum við að trailerinn hans Gils. Ekki segja mér að sé vitleysingurinn John Trampoline einu sem henn. Mögulega geti John Trampoline dottiðinn. Það hann ekki. En nú er hann comedian. Allir trailerinn hafa fjallað John Trampoline. Og það bara karakter sem allt inni var til. Já, ok. Eitthvað sem voru að kynna inn eða bara... Nei. Nei, ok, hér kemur trailerinn hans Gils. In a city full of laughter and crime, one man is cleaning up the streets. A fine cop, Detective John Trampoline. Ah, you broke my back, you pig. Go to a chiropractor and shut the fuck up. Hey, Trampoline, do you want me to make your life a living hell? Is that a proposal? Detective Trampoline made 100 arrests in one day. Criminals made fun of his name. Hey, Trampoline, can I jump on you like a trampoline? It's Trampoline, you miserable piece of shit. You make fun of my name, I blow you up, and this goddamn mall with it. John Trampoline went over the line. John, you're a damn fine cop. You're the best goddamn cop I've ever known. But you're also a loose cannon. That mall you blew up cost $300 million. You don't own that mall. The taxpayers do. I'll pay for that fucking mall myself. How are you gonna pay for a fucking $300 million mall? I'm gonna be a comedian. John Trampoline decided to be a comedian to raise the money. Then I said, fuck ball. You know what the difference is between your ass and your face? Nothing. And then I said, fuck you. Hey, Commissioner, here's your $300 million for that fucking mall. Can I go back to cleaning up the streets now? Of course, Detective Trampoline. You're still my best cop. Get out there. John was a highly successful comedian. He went straight back to police work. You're under arrest. Are you gonna arrest me? Aren't you an ex-cop? Heard you were a comedian. Make me laugh. Make me laugh, comedian. You're not gonna laugh when I rip off your fucking head, you sack of man dirt. John, it's the commissioner. Someone stole $150 million from the police department. Can you do another stand-up and raise the money? Is Anna Blondell bald? Of course I can. Detective John Trampoline is a damn fine comedian. And a cop. Þessi, ég kannski á bara sjans. Þetta var, sko, af hverju vildi þú spila til? Fyrst að það, hvað var hann? 10 mínútur að þið leið bara sem ég væri búin að sjá alltaf myndina. John Trampoline er þreyttur. One hell of a cop. Hann sprengdi upp mall. Já, þessi trailer, þetta var alveg svo spennutrailerinn. Hann var að sprengja upp mall, hann var að damn fine cop. Hann spilaði ekki bara hinn. Hann sprengdi upp mall, sem kostiði $300 million og hann hélt stand upp. Hann náði að safna þau. Þetta eru hlustendur 511-0957. Hvort trailerin fannst þér betri? Maður sjá. Hvort trailerin fannst þér betri? Halló? FM? FM? Herðum... Allt niðruð á tækninni, sko. Nei, það var nú að vera allt í lagi. Ekki skella á liðið sem er að kjósa John Trampoline. FM? Góð daginn. Góð daginn, hvort trailerin fannst þér betri? Herðu, það var hérna Firetard. Firetard kom með stig, maður. Takk hjá það. Það myndi mig á Tropic Thunder trailin hérna hjá hann að leika þroska þetta gæðin. Ég var með hann í huga. Já. Herru, takk fyrir þetta. Það var ógeðslega, já, bara. 1-0 fyrir Firetard. 1-0 fyrir Firetard. FM? Nú, þess að bara virkar ekki hérna. John Trampoline. FM? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvort trailerin fannst þér betri? Herru, það er Öddi. Það er Öddi komin í 2-0. Ég þarf bara 2 viðbót. Takk hjá það, vinnur. Ég þarf comeback for Detective John Trampoline. Þú ert 4 í röð. FM? Sælir, ég vil segja að það var hann Gils. Gils, 2-1. Kominn Trampoline, kom með 1. Ég væri til í jafntefli núna 2-2. FM, hvort trailerin fannst þér betri? FM, hvort trailerin fannst þér betri? FM? Halló? Halló? Hvort trailerin fannst þér fyndani? Egil. Egil, það er 2-2. Takk fyrir að ringja, maður er spennið þessu. Þetta er svo spennandi. 2 markar frá Sigri. Hvort trailerin fannst þér betri, kæri hlustandi? Það er bliki nummer 1. Bliki nummer 1? Bliki nummer 1, komin í 3-2. Takk fyrir það. Er þetta ekki upp í 5? Var þetta ekki alltaf upp í 5? Er þetta upp í 4? Það er upp í 4. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn.
Þannig að mér fannst trampoline. Trampoline. Komið sigur. Takk fyrir það, vinnur. Sko, ég get ekki bugabásið. Detective John Trampoline wins you again, Blondell. Ég vildi ekki spila minn eins. Ég fekk samt 2 atkvæði og ég þakka fyrir þau. Þú komst í forystu, til það mikið með það. Fyrir mjög auglýsingar, svo Arnar Gunnlaugsson. Víking jólabjórinn kemur í dag. Fylgstu með á jólabjór.is. Carlsberg kynnir Halloween Party Dalton á Hendrix við Gullinbrú laugardagskvöld. Svellkaldur Carlsberg fylgir með honum. Verðlaun fyrir besta búningin og fleira. Sjá nánar á facebook.com/hendrix.is. Allir hlaupaskór á 15.990. Nike, Brooks og Sund. TRI Suðurlandsbraut 32. Ef þið vantar bíl, kíktu þá á okkur. Höfðabílar Fossásið 27, beint fyrir ofan Ölgerðina. Sími 577 4747. Höfðabílar.is. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854 65 55. 1000 krónur inn. Ertu tilbúin í andvökunætur? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stránglega bannað innan 16 ára. Þú færð eftirréttina frá hamborgarafabrikunni í Hagkaup. Gulrótarkakan, fabrikuísinn og hinn eina sanna skýrterta fabrikunar. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Halloween Party á English Pub í Reykjavík á laugardaginn. 2 fyrir 1 koktelum milli 21 og 23. Vegleg verðlaun fyrir besta búninginn. Láttu sjá þig í Halloween stuði. English Pub, Reykjavík. Heilt hellingur af B-vitaminum og söltum. Þetta þarf ekki að vera flókið. Taktu það sem skiptir máli eftir jam. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Miley Cyrus eða Hannah Montana. Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is þegar þig vantar smálán. 1909. Það frábær helgi framundan í boltanum. Geggjað opnunartilboð á mat og Carlsberg á krana. Hendrix, sportbarinn þinn við Gullinbrúna. Mannshvörf á Íslandi sló í gegn síðasta vetur. Nú snýr Helga Arnardóttir sér að óupplýstum lögreglumálum. Óupplýst lögreglumál efst í nóvember á Stöð 2. Tryggðu áskrift í síma 512 eða stöð2.is. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Náðu í appið og upplifðu Iceland Airwaves með símanum. Þetta Justin Bieber og Far East Movement með Live My Life. Eldist vel þetta lag. Fílaði það þarf að koma út á sínum tíma og ég fílaði það ennþá. Ég fyrir bara í gott skap við að hlusta það. Það bara náttúrulega hann Live My Life. Þeir að hlusta hér á 2 harða. Styttist í að við gefum 2 arbönd á Iceland Airwaves. Síminn með 2 arbönd gefins sem við ætlum að gefa út hér á eftir. Alltaf gaman að gefa fólk eitthvað. Já, þetta líka svaðalegu vinningu sko. Og minni ég líka á Airwaves appið hjá Símonum. Þar getið séð hver eru að spila, hvar og klukkan hvað. Það er nákvæmlega þannig Blondell. Að downloada því Manstu Blöð daginn. Já, það er eins og komið núna að. Já. Varstu að vera að tala um það eða? Já, ég ætla bara að tala um hversu gaman væri. Ef félagarnir værum að fara í kvöld. Aftur í partí til Arnar Gunnlaugsson. Já, maður getur óskað þess að Arnar Gunnlaugs væri með partí á hverjum fyrstu deg. Hversu gaman á það? Það er bara stórkostlegt. Eins og ég sagði þetta í síðustu viku. Að maður geti farið bara í partí og skemmt sér edrú er bara ótrúlegt. En það er líka bara hægt í Arnar Gunnlaugs. Já. Já, ég minna að þú veist bara besta partí sem farið það er. 33 og búin að skemmta sér hinsegin. Alltaf. Og já, það er komið Arnar Gunnlaugs hóttunni því að við ætlum að fara aðeins betur yfir þetta partí. Það var fyrir 2 vikum síðan. En það er samt eins og það bara verið í gær. Þetta var það gott partí. Já, bara eins og að verið áðan, sko. Já. Og ég get óskað þess að hann verið með partí núna helgina, en ætla hann sé ekki bara á Miami eða eitthvað? Hann er líklega á Miami eða LA. Ég ætla að spyrja þetta spurningu. Þegar maður lappaði inn í andrið á, hvað kallast þetta? Hús? Já, hvað er það? Mansion. Mansion. Þegar þú lappaði inn í The Mansion í Arnar Gunnlaugs, getur þú sagt mér á hlustundum, hvað voru cirka mörg skópur þarna niðri? Cirka? Já. Það var skóskápur upp í loft, þetta er 50-60 cirka.
krókódílaskónans. Já, ég sá krókódílaskónans. Hvað það? Ég tippa að þessi skór kosti svona bilinu 650-700 skall. Já, bara þessi krókódílaskór sem hann á, ég hugsa að það kosti meira en bíllinn minn. Og málið er... Og það geta ekkert allir verið í svona skóm. Nei, það er hlegið þeir í þeim, sko. Hlegið mér, það er hrægt á mig. Þú myndi lappa í krókódílaskór niður bara, þú verður bara lamin örgulega. Já, það myndi, þú veist bara, sko, það er svo margt sem Arnar Gunnlaugs getur gert sem engin annar getur. Hann fór í beljujakka niður bæ. Já. Og blikkaði ekki auga. Nei, þá var allir á rósónum og tolleran. Hafði ég farið í þessu, það er bara, hvað heldur það á sérstafna sköllótti útvarsmaðurinn? Sköllótti trúðurinn. Já. Drullaður á beljujakkanum. Farðu úr beljujakkanum og taktu þess að krókódílaskó og brendu það. Já, ég get ekki verið svona. Arnar Gunnlaugs náttúrulega er a fashion icon. Ég veit að hann má allt. Það er sem hann er. Já. Og þú veist, hann getur gert hvað sem er með fatnaðinn og það er alltaf bara, wow, passion. Það segir aldrei neitt. Ekki neitt, sko. Og svo þessi íbúðans, bara eins og klift út úr, eða íbúð, eða hvað sem þetta kallast. Nei, bara þetta hús. Það var svo 20 íbúður inn í einu mansioni. Já, og þetta var bara eins og klift út úr einhverju, sko, út úr einhverju svona bækling. Sjónvörp allstaðar. Hann málir, hann gæti verið arkitekt. Já. Þetta er eins og okkur arkitekt að koma með hann og hanna þetta fyrir hann. Hann gerði allt sjálfur, hann eldar sjálfur, innréttar sjálfur. En manstu eftir Mallorca, Blóndi? Eftir Mallorca? Nei, hvað var það? Mallorca þegar Arnar Gunnlaugsson, innkoman hans í Mallorca í sumar. Þú varst upp á hóteli. Hvað er þetta að bulla hún? Nei, þú varst upp á hóteli. Vá, þegar við lágum á ströndinni, þannig að Mallorca ströndinni bara félagarnir. Lágum hann bara með ég og Hjöppi og Gylfi og Mike og eitthvað hörðu. Hringi síminn á mér og ég bara halló. Og heiði ég svona að gera háa, svona bara hver er að hengja? Og bara, hvað segir mestari, hvar er þið? Ég bara, ég er Mallorca hérna ströndinni. Og bara, ég veit átta Mallorca, hvar á ströndinni? Ég bara, hvar á ströndinni? Það er þetta bullaðið. Ég bara svona, fyrir miðju. Þannig að hann bara skellt hann á, hörðu, reis ég mig upp, var að tana lág, sé ég Arnar Gunnlaugsson koma á spýtbát, á líklega svona 300 km hraða. Með hvíta skyrtu, svona flaksandi, bera ofan, síðan stoppaði beint fram hann, hoppaði upp á spýtbátnum og hvað segir ég strákar? Ég sé þetta alveg fyrir mér að þetta er mesta kjaftaði sem ég heyrt á æðið mér og hvenær var ég einn upp á herbyggið þegar þú varst þarna? Þú varst ekki upp á herbyggið? Við höfum aldrei bullað í Arnar Gunnlaugssoninu, þannig að þetta er maður sem þarf ekki að ljúga upp á. Og varst upp á herbyggið? Nei, sjáðilegar. Þetta gerðist. Hvað, að Arnar Gunnlaugsson kom með einhverju spýtbát á Mallorca og hvað, var hann bara farin þegar ég kom niður? Kom hann að helsa hann upp á einhverju 5 mínútur? Ég kíkti bara okkar félagar. Já, og fór svo aftur í spýtbátinn og burt. Akkurat, svo bara farin aftur á Miami. Það er hann ekki verið með en trailerinn? Nei, ekki fyrir legasögu. Það er ekki legasögu? Já, en... Og getur legasögu, en þetta paldi ég og segja hann einhver Lagsson spýtbát í hvíti skyrtu. Já, ég myndi að fyrir það. En ég ætlum samt að enda þetta á sannri sögu Arnar hérna í lokin. Og það tengist líka þessu partíi sem við erum búin að ræða núna, 2 föstudagir. Arnar átt að hlusta, menn ákveð að koma í partí áttum. Já, ok, Arnar Gunnlaugsson við partí. Fyrsti maðurinn í partí er kærasti bassmóður Arnars. Já. Þeir voru þarna grenjandi úr hlátri saman. Arnar Gunnlaugs var einu sinni með henni, þau var börn saman. Nú eru hann og hún saman. Arnar bara, þeir voru bestu vinnir. Einhver var í flestir eru þannig svona, þeir eru eitthvað pirraðar út í manni sem er með fyrrandi kona. Já, nýju kærastan eitthvað. Hann bauð hann bara heim í naut og eitthvað. Arnar Gunnlaugsson hates no man. No man. Nei. Hann er ekki illa við neitt, hann talar ekki illa við neitt. He has no enemies. Hann elskar alla. Já, þetta er toppmaður. What a man, Arnar Gunnlaugs. Hér eftir smá stund förum við í sturglaða staðrendir. Já, og líka first date, mástu. Ég veit sko, blöð. Núna í fyrsta skipti verður ánægð með þetta, ég lofa þér nú. First date, dæmið. Sko, ég spá ég eftir að gera eftir að ég heyri first date eftir. Go berserk. Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't. 57 og Sambíóin ætla að bjóða þér í bíó. Ef þú fílaðir Jackass, þá máttu ekki missa þessari mynd. You're gonna fix that penguin, bro. Nope. Frá þeim sömu og farðu okkur Jackass-myndirnar kemur Bad Grandpa. Grandpa, this thing doesn't work. Sprenghlægileg ámynd sem mun fá þig til að grenja úr hlátri. Johnny Knoxville er mættur sem afigamli til þess að gera allt vittlust í brúðkaupi, fegurðarsamkeppni og jafnvel í jarðarför með drepfinnum afleiðingum. Fylgstu með á FM 957 og þú getur nættir í opna miða sem gilda frumsýningarhelginni. FM 957 og Sambíóin. Frábær skemmtun. I'm 86 years old. Don't hurt me. Víking jólabjórinn kemur í dag.
Skráðu þig á netgyro.is. Netgyro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Þú færð fyrir partíið og eftir partíið í 10.11, Hagkaup og N1. B.O.K. Ávallt síðasti sopinn. Tax-free af öllum vörum í öllum verslunum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Allir hlaupaskór á 15.990. Nike, Brooks og Sund. TRI. Suðurlandsbraut 32. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Verst í sterkara sambandi og fáðu meira út úr Iceland Airwaves með appinu. Síminn. Já, talandum Iceland Airwaves, við ætlum með að gefa 2 armbönd hér á eftir í lokþáttar frá Símanum og fylgist vel með því hér á eftir en Egill, það er búið svo mikið að gera hjá okkur, sko klukkan að vera 20 minútur yfir 5. Já. Mér finnst bara eins og séu ný mættirreininga í stúdíói. Og vera action. Við erum ekki enn farinir í sturlaða staðreyndir. Fattaðu það? Nei, við erum allt niður um okkur. Það er vel að ég er fyrstar. En gaman að eiga þér inni. Já, mjög gott. Þú er eitthvað störtlaðar í dag? Já, ég er með 10 handar. Mjög skemmtilegar. Og já, ég er að byrja bara á þessu. Já, hvað er með það? Hér kemur fyrsta. Það eru 45.000 hamborgarar étnir á hverri mínútu í Bandaríkjunum. Ok. 45.000 hamborgarar á dag. Á mínútu? Ekki á dag. Á mínútu. Já. 45.000 hamborgarar á mínútu. Þetta er ekki smá tala, maður. Ok. Ég skríti þetta lið, passa allir bílinn sem lengur, maður. Nei, það er offitaði vandamál í Bandaríkjunum. Já, reyndar, víðar. En þetta er ekkert smá mikið, já. Fólki elskar góðan burger. Já, reyndar, ég minna að það elskar ekki allir góðan burger, eða? Jú, má taka burger einu sinni í viku. Er það bara þannig? Já. Mátt ekki vera oftar í því, eða? Nei. Já, ok. Ekki oftar. Svo er hérna, þú getur dáið úr hlátri. Er það ekki bara, ef maður þarf að kveðja, er það ekki bara leiðin þá? Þú getur dáið úr hlátri? Já. Hversu mikið þarf maður að lægja það? Það hefur greinlega einhver dáið úr hlátri, fyrst að þetta er sturlu staðrind. Kapnar maður þá bara? Já, og kapnar. Kapnar úr hlátri? Já. Þannig að maður átt sagt ekki kapn úr hlátri. Já, þá er actually verið að meina það. Shit. Það hefur eitthvað lendið því? Já, það hefur. Þið verið döðdöðar, sko. Já, þú varst mjög glaður, en þú veist. Ég myndi velja kapn úr hlátri og þetta fíl trampónumir. Ég myndi velja kapn úr hlátri. Já, hann segir mér sé að kapn úr hlátri og finn ég að deyja. Verður það ekki til þess að ég hætti að hlæja eða? Hvenær hætti brandarinn að vera að fyndin? Þú finnur út að drepast. Ja, kannski þú finnur ekkert að drepast, allir er bara game over. Bara pá, slöknur öður. Já, ok. Það líka bara eitthvað að frétta auðvitað. Já, hann er dáinn, maður. Hvað gerist? Hann dó úr hlátri? Já. Það var bara mjög fínt fyrir þig. Já. Svo er það næsta. Þú ert mikill aðdáandi af iguanaeðlum. Ég elska þér. Ná, þá er ég með skemmtilegt þar ekki skemmtilegt, þetta er enda sorglegt, en iguanaeðlur eiga til að fyrirfara sér. Vissir þið það? Nei, ég vissi ekki að það fyrirfara sér. Nei, það er eiga það til. Hvað gera það? Öðruglega bara því að það er eitthvað lánafallaður eitthvað, hvað á ég veit það? Fórstu ekki yfir það af hverju við það? Nei, það er bara stóð þarna iguanaeðlur að eiga til að fyrirfara sér. Ok, hvernig gera það svona? Það er góð spurning. Það er hendur sig fram á einhverjum. Þetta er enda, þetta er áhugaverð spurning. Hvað verður til þess að iguanaeðla bara sér ekki sko fram? Að sumar eðlur sko losa sig við skottið sitt sko. Þú er að koma eitthvað rándýr, býtur þið skottið, þú getur bara að losa það, bara dílíta því og halda um að hlaupa stungið sko drastlið af. Þannig að þú getur svona losa skotti en nei, minna hvað, er einhverja iguanaeðlur að núti í ástasorg bara og get ekki að það áfram í lífsitt eða? Nei, ég sé, þetta er þetta hannig, þetta er rétt eða? Já, þetta er rétt, það er fyrirfara sér. Og þú ert eðla, þú ert að vera fyrirfara, hvað myndir að gera? Ég verið eðla? Ég myndi bara reyna að lifa hamingjusam með eðlulífi, ég veit ekki. Herðu, næsta, 33 ára, já, þetta, ég þarf að fyrir ykkur sem eru inn á Twitter núna, kæru hlustendur, þá ætla ég að retweeta eitt sem að tengist næstu stjórnlu staðrind. Okay. Og já, það er drengur, kemur þetta, ég ætla að retweeta þessu. Það er drengur, þetta var að koma núna inn á Twitterinn hjá mér, það er drengur búinn að eyða $100.000 í lítaðgerð til þess að líta út eins og Justin Bieber. Og það eru 13 milljónir sem hann er búinn að eyða í það að reyna að líta út eins og Justin Bieber. Svo opnar maður þess að mynda á honum. Hann hefði betur sparað sér þennan pening, drengurinn. Því að þetta er bara eitthvað skelfilegasta sem ég sé. Af hverju sé ég þetta ekki hjá mér? Þetta komið þetta inn hjá mér.
Þetta er bara, þetta er hörmung, sko. Komið inn retweetaður þessu? Já, þetta var að koma inn, sko. Já, ekki með sérna, maður sjá. En, sérðu drengin? Shit. 13 milljónir. Hann er mjög langt frá að vera líkur honum. Hann lítur út eins og kynlífstúka. Sko, með svona opinn munn og... Hann er með augabrýr sem eru málaðar á hann. Þetta er bara skelfilegt, þetta er ógeðslegt. Og hárið líka. Er Justin Bieber með þessa hárgöld í daga? Nei, já. Hann þykka lubba. Búin að breyta, sko. Hvað var þú eftir að fara í lítæki til að reyna að líkjast einhverjum? Hvað myndur þú eigða í? Hvað mynd ég breyta? Já, hvern myndur þú vilja, hver væri svona fyrirmyndin? Eins og hann að reyna að vera eins og Justin Bieber? Matthew McConaughey líklega. En ég þyrfti sko að safni þykkt ljóst hár. Og krullað. Þú getur það alveg, það er ekki mál. Þannig að þú myndir þá reyna að láta breyta þér í Matthew McConaughey eða þetta pening. En þú? Jason Statham örgulega bara. Já. Svo er það hér að læra á hljóðfæri hækka greindaðistöluðina. Já, okkur drullast ekki að læra á hljóðfæri. Þú varst að viðkynna þetta í byrjun þáttar, þú spilaðir aldrei á hljómborð. Góða búndur í skeitt þar. Mér langar reyndar að læra á hljóðfæri, það er annað. Ekkert dýr daðrar jafn mikið og sæhestar. Sæhestar? Já, sæhesturinn hann daðrar meira en önnu dýr og eyður öllu sínu degi að reyna að pick up chicks eða svona aðra sæhesta. Ég er mjög lítinn áhuga á sæhestum. Já, ég meina hvernig er hann að daðra líka, skilur við? Böða hann út að borða og svona? Ég er ekki viss um ég geti talað. Ég er ekki viss um ég geti talað, sko. Nei. Nokkuð sem ég geti það ekki, sko. Svo hérna kemur einn sem er mjög áhugaverð. Coca-Cola framleiði svo marga drykki að það tækiði 9 ár að smakka á alla eða þið drekka 1 á dag. 9 ár. Hvað er það að framleiða? Það var bara, náttúrulega, Coke, Diet, Coke og það allt, sko, og þeir eru með Gatorade, hvað er þetta ekki með þetta allt? Ég held ég væri með Gatorade og Powerade og Coke Light Zero og búið. Það er greinilega ekki, þegar það tekur þið 9 ár og þú drekkur 1 drykk á dag. Og þeir eru að reyna að finna the next big hit eftir Coca-Cola. Það er alltaf, menn eru alltaf að reyna að finna nýjasta drykkin. Það er líka allir dröllið við sigur í dag, það er ekki hjálpað neitt, sko. Nei, svo er hérna, þessi er hálf sorgleg en samt einhvað skondið við hana. Árið 2009 stage-divaði Coolio, það greip hann enginn, hann vangaðist og var rændur veski sínu og skóm. Þetta er til sorglegra dæmi. Ladies love, nei, Coolio. Já, Coolio. Já, betur, ok. En þú veist, hvað færði þið fólkið sér bara? Hlýtur að séu ekki, það er krátana, ég ætla að hoppa og grípa mig, skeitt. Já, það er akkurat það sem hann ætla að gera, það er að stage-diva. Það er miður vandræðilegt. Já, það er bara hérna... Og var rændur í þokkabút. Já. Þá ertum allt niður þig. Þannig að þetta er, veistu, hvað er svo illa ætlaði honum að liði hérna eftir það gig? Hann er alltaf líka gigga meira. Nei, þú veist, það sé þetta giggið, sko. Er líka ekki nóg að taka skónum hans? Ég hef staged Nei, þetta taka veski hans, það er að stela skónum hans líka. Ég hef staged það á svona 50-60 sinum. Nei, það hefur ekki gert það, Egill. Jú. Nei. Og það er nefnilega trikk, að staged það. Og var að velja, sko, málið er, þú ekki staged það bara eitthvað. Ég horf alltaf, hann er hópur af okkur stelpum, hann er eitthvað strákar, hann er 3-4 vel þykir hann. Hendi með þangað, sko. En það færður allir hjá Coolio. Ekki hoppa bara eitthvað, sko. Nei. Hann skeit þar. Shaq nota skónum með 58. Jésús. Já, hvorki meira með 58. Ég geti búið þeim. God damn it, maður. Og síðasta störðlega staðarinn dagsins, Vafefsi hérna bardaðamaðurinn, Lyoto Machito, byrja daginn alltaf á því að drekka eigið hland. Já, það er á mikið, sko. Það er alltaf mikið. Það voru störðlega staðarindir þennan, föstu daginn. Yes, Blondale. Þessi maður, hann á ekki að steitstæfa, það er nokkuð ljóst. Fólk færi sig, stelu veskinn á svo skóm. Greið Coolio, maður. Nei, ég fíla hann eða þá. Þetta er Coolio með Gangsta's Paradise. Þeir spilaði smá vorkum fyrir gallin eftir að var lesið í störðlega staðarindum að hann steitstæfaði 2009. Tók enginn á mótunum, hann vangaðist og fólk rændi veski hans og skóm. Það er ekki verið hvert sem er að steitstafa. Nei, það er rétt til þess. Ég gæti þess að geta það. Já, en... Þú munt aldrei, geta steitstafa. Nei, ég er nú aldrei að syngja næstar, þannig að mjög skrítið að vera visslustjóri eitthvað þar og stage-stafa. Það er ekki sant. Það er því að fólk setja við borðin. Já, það er búin að vera það shit og fólk kemur eitthvað upp og stage-stafar. Herðu þess að komaði nöllin á svið. Skemmturinn er að vera búin, hljómsveitin að koma þess. Bara hendið fram af. Og negla sér í salin. Það er ekki flókið. En hérna, Blö. Yes. Ég veit út hérna, þú er ekki verið mjög hrifin að þessu first date konsepti. Nei, þetta er bara svo astnælega, mér finnst ég alltaf verið að tyggja sama og sama hérna ofan í okkar einasta föstið, þetta er alltaf sami viðbjöðurinn. Sko, ég er að gera þér, sko, stærsta greiða sem einhver vininu hefur gett við á æfinni.
Þetta er bara Ég skal viðurkenna að það væri mjög stór greiði hjá þér ef þú myndir hætta þessu. Nei. Ef þú vilt gera mig greiða. Sko, blöð. Ég að gera það greiða og smá þakklæti. Ég mun aldrei þakka þér fyrir þeirra annað lið. Hvað segir ekki bara hérna, takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Af því að ég hef hlustað á þetta og ég hef séð hvað þú ert að skrifa þarna, ég myndi aldrei þakka fyrir þetta. En þú sér það sem ég er að skrifa inn, ég er aldrei með eitthvað leiðindi. Nei, það er bara, ég kem út eins og ég sé bara eitthvað tæpur. Þú byrjar Kurtisson og svona? Nei, ég viðbjöður hann inni. Stóði ég við hitt ekkert um einhverja sem stelpum. Það er alltaf. Segum að maður sé bara stattur í Köpen í einhverja skemmtilegri bara eins og núna er að koma jóla. Mjög gaman að kíkja til Köpen svona jólin. Svo bara, herðu, er þetta ekki fíblið þarna? Nei, það er kannski litla líkur á því. Ég meina, jackpot, þú lendir í því? Nei, það er ekki jackpot, það hætti allar að tala við því. Nei, út af því að þú ert með myndaði núna, eins og ég sagði þér síðast, mynda þér og Iceland Got Talent logoðu fyrir aftan. Já. Sem er international, það er ástæðan fyrir að vinna með það. Já, Skilurðu? Og veist hvað ég gerði? Hvað? Það er svona spjallþráður, hann inni, þess að svona fólk getur spjallaði framan alla. Þú getur sendt private skilaboð, síðan svona spjallþráður. Þú hendir inn, blöð, ég var rósaður við það, þú var aldrei gert það á það. Æ, nú fæ ég maður. Nei, þetta var mjög gott hjá þér, blöð. Hvað gerði ég núna? Þú hendir inn á spjallþráðunum að topic, þú var aldrei gert á þér. Ég vissi ekki á þessi spjalli bara fyrir ég rakst á það. Þú hendir inn, Egil. Þetta er mynd af þér. Já, þetta er eitthvað sem þú hendir inn. Þú sagðir. Þú. Ok, þú sagðir. Hey ladies, which one of you girls in here has got any talent? Let me be the judge of that. Eftir hverju eftir að býða núna, Egil? Þú horfir hérna á mig með þetta ógeðslega glott þitt, þið finnst þú sjálfur svo fyndinn. Hvað vilt það ég segja? Þú veist alveg hvað mér finnst um þetta. Leitið þú viðbröðum þaður? Já, bara. Þetta svo settir inn? Já, mér finnst þetta ógeðslegt. Út af því, sko. Hey girls. Já, og málið, það klikka á þetta. Sjá síðan myndið af þér og Iceland Got Talent fyrir aftan. Vákað allan að vinna með þetta. Ok. You hit the jackpot. Ótt að segja það. Elitsa með setu, sem er eitthvað flottat nafn sem ég heirt. Sem verður vantarlega your wife í framtíðinni. Einmitt. Hún segir, are you a judge and got talent? Og þú svarar, no, they wanted me to be no, they wanted me to host it. But I know a good talent when I see it. Sagði þú. Þannig að þú segir, they wanted me to host it. Þú sagðir ekki, þú ert ekki einn af einhverjum 4 dómur. Nei, host it. Já, einmitt, frábært. Og síðan sagði þú, one of my friends is extremely talented and good looking. Æ, Jésús, alveg. Þeim er að klára. Já. And I spotted all his talent. Og þá segir hún, say what? Here's a picture of my friend. The writer, actor and bodybuilder and model and one hell of a human being running on the beach. Og þú sendir mynd af mér hana með flótholti hlaupandi, mástu við sjá hana? Það er eiginlega, ertu að leita stelpi sjálfur? Nei. Ertu hann inn á sig til þess að finna þér kvennmann eða? Ekki lagi með? Jú, þetta, veistu það, fyrir utan það, þú ert ekkert að hjálpa mér þarna og ég vil ekki hjálpa þína. Þetta er allt að ganga út á þig. Bara, I know a talent when I see one, my best friend, I spotted all his talents. Og hvað, mynda þér byrjum ofan að hlaupa með eitthvað flótholt? Þú varst að sína fram og að þú hafði rétt fyrir. Nei, þetta er bara þú að reyna að koma þér inn að þú sért að a model and an actor and a hell of a human being. Ég er hægt að vera ástofn fyrir að sjálfum sér. Þú skrifaði þetta, aldrei gleyma því. Þú ert helt tæpur. Síðan segir þú, sem er mjög gott. So what talent do you have, Elitsa? Og þá sagði hún, I play a little guitar. Þá sagði þú, það rosaði verða svar. Do you want to play my one-string guitar? Jésús, málmatur. FM 957 og Unovi Ingolfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns, og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingolfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Kópalmálningin er seld í Bíkó, íslensk framleiðsla á góðu verði. Komdu og nýttu þér þjónustu og reynslu sölumann okkar. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Skemmtigarðin Smáralind og Pepsi kynna
Sérstök forsýning á Hryllingshúsinu fimmtudaginn 31. október frá 16 til 22. Einungis fyrir boðsgesti og handhafa bláa kortins þennan eina dag. Stránglega bannað innan 16 ára. NetGiro, ný greiðsluleið á netinu. Skráðu þig á netgiro.is. NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Halloween party á English Pub í Reykjavík á laugardaginn. 2 fyrir 1 koktelum milli 21 og 23. Vegleg verðlaun fyrir besta búninginn. Láttu sjá þig í Halloween stuði. English Pub, Reykjavík. Stærsta vörumerkið í Evrópu. Cytec Nutrition fæðubótarefnin. Sportlif.is. Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Kríunni. Allir hlaupaskór á 15.990. Nike, Brooks og Sund. TRI. Suðurlandsbraut 32. Nú komið að stóru stundinni. 2 af stærstu liðum heims mætast í risaslag. Ronaldo, Bale, Messi og Neymar. Messi að skora, sýningin heldur áfram. Gummi Ben lýsir leiknum í beinni. Hvar verður þú næstkomandi laugardag? El Clasico, laugardag klukkan 15:50. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Carlsberg kynnir Halloween party. Dalton á Hendrix við Gullinbrú laugardagskvöld. Svellkaldur Carlsberg fylgir með honum. Verðlaun fyrir besta búningin og fleira. Sjá nánar á facebook.com/hendrix.is. FM 95 Blö á FM 957. 2 harðir í FM 95 Blö. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Á FM 95 Blö. Matching ball. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér setur Pétur Pan. Drengurinn sem neitar á þroskast, Egill Einarsson. Staðfist að hér með því að byrja að herma eftir mér. Þú sagði Pétur Pan, hann vildi ekki verða eldri. Peter Pan? Já, Michael Jackson leit mjög upp til hans. Já, og Michael Jackson vildi ekki grow old. Nei. Ég get ekki beðið því við 60. Ég get ekki beðið. Það var af því að sko, his childhood var bara tekið frá hann. Hann fekk enga æsku, Michael Jackson. Þess vegna vildi alltaf vera á Frankræki. Hann var bara frægur 5 ára. Og það er allir ömulegt eða? Hæ? Frægur 5 ára? Já. Lifið the good life? Svona rosa frægur. Að fá ekki, þú veist, bara 5 ára celebrity. Leika sem öðrum krökkum, já. Ok, þannig að var ekkert á leikskólanum bara eitthvað hlaupað og ég endi sand og eitthvað? Nei, sko, ekki það ég var að viðurkenna hérna í útvarpinu, en þegar ég var 5 ára þá ætti ég ennþá í vesinni með að halda saur. Því ég nefndi ekki alltaf heim til mig, því ég bara mér svo gaman í fótbolta. Skilst í þið bara svo? Já, ekkert alltaf, datt kannski 2 og 3 svar eitthvað sem var allt og oft samt á þessum aldri. Já. En þá var Michael Jackson bara túra. Það var 5 ára. Hann var að byrja að skeina sig 5 ára, ég lofa því sko. Þú varst skítandi í því 5 ára sko. Ég var ekkert alltaf skítandi í mig, þetta alltaf myndi. Þú varst mjög skítandi í því, þú varst að segja. Men Michael Jackson var bara celebrity. Hvernig kom Míga inn í þetta? En hérna, við erum að gefa með og Airwaves. Já, sko, við erum að gefa engan smá pakka núna. Það er Iceland Airwaves sem er að byrja í næstu viku. Og Síminn lét okkur á 2 með og þetta er pakki upp á tæpan 40 skall, þessi 2 meðar. Þetta gildir inn á allt og, allt. Já, og fyrir fólk sem að vil sjá hvað er að gerast á Iceland Airwaves núna, þá er að gera að sækja appið, Iceland Airwaves, frá Símanum. En verður fólki að gera eitthvað, verður þú hringir inn, en nú bara hring inn og vinna pakk upp á 40 grand. Já, hér rauðgló allar línu. Ég með það sjálfsögðu. Já. Þetta er fólk að ekki gera neitt. Já, ég ætla að spyrja. Ég er með hugmyndaleg. Fólk velur hvort það myndi vilja blöð svona í dag, svona snóðan blöð, eða blöð með þykkt ljóst hár. Hvað kemur það Iceland Airwaves við? Leikur sem ég hef búið til. Hvað sétt leikur? Já, og hvað er þá, og veist þú rétt að svari þá eða? Ég ætla bara að spyrja, ég ætla að opna hérna fyrir Síman og bara sjá bara hérna hvað er hlakað til að sjá á Airwaves og svona. FM, góðan daginn. Vill alltaf leiki síðan. Góðan daginn. Já, þú maður til að fara inn á leikmiðinni. Já, góðan daginn. Góðan dag. Góðan daginn. Við erum með leik hérna við strákarnir. Já, hérna, hvort myndið þú vilja, Auðun Blöndal, bara hafa hann svona eins og hann er í dag, snóðan og fínan, eða með þykkt ljóst krullað hár?
Sveppa þá eða? Ekki svona sveppaháir. Sveppa nú komið smá hreyður sjálfur. En svona þykkt, sítt niður á axlir, svona Matthew McConaughey hár. Oh my god, nei, ef ekki bara hafa hann eins og hann er. Jú, takk fyrir það. Það var rétt svar. Þannig að þú varst að vinna þér inn 2 miða á Iceland Airwaves. Er eitthvað sem þið hlakkað meira til að sjá en annað á Airwaves þetta árið? Sko, ég var náttúrulega bara búin að gera það fyrir að fara off venue. Þannig að ég ætla núna að fara að kíkja á dagskrána. Glæsilegt, það er engin smá dagskrá. Það er held ég bara allir sem að kunna að spila tónlist á Íslandi að spila. Einmitt. Þið spiluðu aldrei á Iceland Airwaves Mercedes-klubbi það eill? Nei, þeir voru meira þegar ekki bara í staðaskála og eitthvað svona rugli. Ekki niðurlega staðaskála. Það var mjög gaman það. En herru, þú átt 2 miða, hvað heitir þú? Herru, takk hérlega, Heiðrún Baldursdóttir. Heiðrún, hvað stóttir segirðu? Baldursdóttir. Þú kemur bara að sækja þá strax eftir helgi bara upp í 365. Snildin einn, takk hérlega. Þetta er bara takk fyrir að hengja og takk fyrir að hlusta. Skemmtuðu vel. Já, bara frábært, takk hérlega. Á, góða skemmtun. Takk, bæ. Þetta var ekki flókið. Heiðrún vann 2 miða á Iceland Airwaves í boði Símans hér í beinni útsendingu og það sem ég fílaði, ég heyrði að hana langaði virkilega að fara. Hún var ekki að hringja bara inn, svo margir sem hringja inn bara því að vera að gefa eitthvað. Fattarðu? Bara blöðar að gefa eitthvað, Já, besta hringin. Hún var búin að ætla að fara að kíkja okkur venju og eitthvað. Þannig að ég held að þessi miðar að fara á góðan stað. That kills me, makes me feel alive. The thing that drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel. Það er ekkert annað. Þetta eru strákandir í One Republic með Counting Stars hér í FM 95 blöð. Við erum í fínum gýr við Egill búin að vera hérna síðan 4 dagar, svo fljótt að líða alltaf maður. Það er bara nákvæmlega þannig bláðandi eld. Það er stemning hjá okkur félagun. Það er alltaf að gerast. Það er alltaf gaman. En enn ferðin að þú alveg tíma líða og þá er klukkan núna 6 og þá hérna segir þú kveður bara og stuðlega þetta út. Stjórna ég því hvort að tíminn líði eða ekki? Nei, bara er ég að láta tíman líða? Típisku blöð. Og klukkan var 6 og er ekki minnst einu orð á stuðlaði. Ekki einu orði. Ég vissi ekki að væri stuðlaði í dag. Nei, þú vissir ekki að það væri stuðlaði í dag. Það er að föstutu. Það er alltaf föstutu. Það er föstudagur í dag. Já, virtasti liður FM 95 blöð. Já, það er virtasti dagskráliðurinn. Akkur settur ekki á hérna, akkur settur ekki á Twitter og tala um okkur top 5 dagskráliðina hérna í FM 95 blöð. Settur ekki stuðlaðið efst. Það var ekki sem top 5. Stuðlaðið myndi aldrei komast þangað inn. Poop. Erðu? Ok, fyrir ekki, ég var reiður hann, ég misti þetta út um mér. Herðu, það var sko... Misti þetta út um mér. Þú tapaði veðmáli. Já, ég misti þetta út um mér, sorry. Ég er bara reiður sem er reiður og segja maður hlutum að sér eftir. En málið er að ég þarf stuðlaðið, hérna, push it. Push it. Ætlum við í þetta, náu við, ég er að gjóra svo mikið klukka. 11 myndir í push it. Segðu það push it real good. Push it real good. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today, he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not, here is DJ Muscle Boy. Mikið, trailerin búinn. Stuðlagið. Já, það ætlar að bjóða upp á dag. Ég verð að fara stuðlaði þetta og þetta næstu helgi blandið er ég með Halloween _stuðlaðaball á Akureyri í Sjállanum næstu helgi. Þannig að þú veist þetta verður. Næsta föstudag er 2 ára afmæli FM 95 blöð og við erum að fara að go party. Það er hár rétt við það blandið en þetta er á laugadegin. Ok. Við erum fyrir út að borða á grillmarkanum föstudeginum. Halloween stuðlaðaball hann á laugadegin. Á Akureyri á laugadegin. Ok. Sunnundar að vera erfiðu með. Þá gef ég séns. Já, sunnundar. Ekki fara inn á Facebooki hans Brynja Más á sunnundaginn. Við glemdum að tjekka Brian Eckelbyrinn í dag. Minnum á það. Skoðum hann í afmælisþættin. Já, verðum að skoða hann í afmælisþættinu, sko. Já, og það eru með þessar breytingar að koma í FM 95 blöðum, förum betur yfir það í næstu viku. Já, en blöð. Já. Málið er, manstu því ég spilaði hérna Blow My Whistle með King DJ Alligator? Manstu því, vorum hann að live frá skemmtikarunum? Það er bara einhvað moment sem ég reyndi að gleyma. Manstu ekki, hann að Blow My Whistle bitch. Jú, við vorum í mann eftir þessu. Þú hataði það? Já, viðbjóður. Og þú ert ekki DJ Alligator fan. We're gonna give him a shot. Það er allir eiga rétt á comeback.
Við ætlum að gefa DJ Alligator blöð. Og ég skrifa þess að DJ Alligator. Já, sem eitthvað besta DJ-nafn sem ég hýrt. DJ Alligator. Og skrifaðu... Hvað er að skrifa? Skrifaðu Sucker My Lollipop. Skrifaðu hvað? Hvað sagðirðu? Sucker My Lollipop. Skrifaðu það bara, hætti að horfa svona á mig. Lagið heitir það. Ég skrifa DJ Alligator, Suck on My Lollipop. Það heitir... Hefur ekki bara sleppa þessu lagið eða? Lagið heitir það blöð. Settu það bara inn. Já, alltaf. Ertu að tala um þetta lagið sem er 2800 views? Já. Hvað er það? Þú og hverju er búin að horfa á þetta? Já, 2800 views sem bara... Það er búið fleira á Sauðárkróki, sko? Er ekkert svo lélegt. Er það ekkert lélegt? 2890 views, Blondale. Já, 2890 views. Þetta er örugglega einhver horfbjöðs. Það er alltaf gaman að vera með stuðlaði, þú ert með gott stuðlað, þannig ertu bara, þú ert að reyna að stuða mig, sko, með stuðlaði dagsins. Gafstu Alligator hálfa mínútu? Hlusta! Þetta bara geti ekki spilað í mínu þætti. Það er nafni mitt við hérna þátt, þetta heitir FM 95 blöð, þetta bara leyfi ég ekki. I wanna suck on your lollipop! Hvað er þetta eitthvað? Þetta er ekki þessi djók, sko, það er ótrúlegast í þessu. Jæja, þið getur farið inn á YouTube og horta á þetta vídeo sem er sennilega versta vídeo of all time. Það er bara hópur af einhverju hvítu hiski í partíi með Sleikjó, en FM 95 blöð kveður þennan föstudaginn. Rikki G er mættur hingað í stúdíóið og hann verður með ykkur til 9 kvöld í miklum gýr. Það er svaða laugardagur á morgun. Þá er Manchester United Stoke og svo El Clasico, þannig að það verður stemming. El Clasico, Stöðusport, vantarlega Gummi Ben sem lýsir því. Já, það verður góð helgi. Ég þakka kærlega fyrir hlustunina bæði í dag og alla vikuna. Vonandi sjá okkur fært að hlusta í næstu viku því að, já, ég veit ekki, við tilkynnum það kannski bara í næstu viku. Já. Það er að koma breytingar hér í þættinum, en takk æðislega fyrir daginn, hafa það gott helgina og við skulum enda þetta á alvöru stuðlagi. Þetta kemur mér í gýrin, en við þurfum vist að spara okkur á morgun. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margilla? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Geimstöðin kynnir nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu og pröfaðu leikina við bestu mögulegu aðstæður í sérstöku leikjaherbyggju okkar. Geimstöðin Smáralind og Geimstöðin Kringlunum. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Víking jólabjórinn kemur í dag. Airwaves appinu getur búið til þína eigin dagskrá, fengið tilkynningu áður en tónleikarnir byrja og meira segja séð hvað röðin er löng. Verð í sterkara sambandi með símanum. Á emiði.is. Halloween party á English Pub í Reykjavík á laugardaginn. 2 fyrir 1 koktelum milli 21 og 23. Vegleg verðlaun. Með ljúffengri blöndu af vítamínum, steinefnum og söltum. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Það er frábær helgi framundan í boltanum. Geggjað opnunartilboð á mat og Carlsberg á krana. Hendrix, sportbarinn þinn við Gullinbrúna. Settu þið í stellingar fyrir stórkostlega skemmtun í nóvember á Stöð 2. Íslensk dagskrá í algjörum sérflokki. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. FM 95 blöð á FM 957. Vertu í sterkara sambandi með Iceland Airwaves appinu. Síminn. FM